kveldi vera með þér, hverri kynslóð fram að kynslóð, þínu fólki, þínum börnum, þeirra börnum og þeirra börnum, með hans nálægð vera með þér, þér að baki og við hlið þér, allt í kringu, innra með þér, hann með þér, hann með þér, snemma morgni, seinna kveldi, þú kemur, þegar ferðu, þú grætur, þegar gleðstu, hann þig styður, 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 hann þig styður. Amen. Takk Drottinn fyrir það. Þú blessar okkur, varveitar okkur. Þú lætur ásjónu þína lýsa yfir okkur. Amen. Nú fáum við orð Guðs. Drottinn láti ásjónu sína lýsa yfir þig. Þetta var tjáning hebreskunnar það að Guð veri alltaf með þér. Hann veri ekki langt frá, hann veri hjá þér. Við langar til að heilsa ykkur öllum í nafni Jesú Krist og biðja ykkur sannarlega Guðs blessunar. Það vakti athygli mína núna í vikunni, síðustu viku. Þessi vika nú að byrja auðvitað. Það voru fréttirnar frá Sýrlandi. Amen, þetta komið. Getið heyrt mig í stereo ef þið viljið. Þið fundu það út að það voru nokkru fangaverðir þarna í Sýrlandi sem voru búin að verða sér út ljón. Og þeir notuðu ljónin til þess að fæða fangana. Eða til þess að borða fangana. Og þetta svolítið athyglisvert að við skulum vera í árinu 2024 og þá skulum ennþá vera til að menn séu að varpa mönnum fyrir ljón. Það er greint frá þessu í Danielsbók. Ef þið skoðið Danielsbók 7. kapítölu þá er sagt frá þessu hvernig farið var með Daniel spámann þegar honum var varpað fyrir ljónin. Og ég hélt að við værum nú komin með mannkynið á aðeins annan stað. Þetta væri ekki lengur eitthvað grimmd sem væri hérna á meðal okkar, en það er alveg greinilegt að mennirnir, eins og við sjáum þá, eins og þetta birtist hjá okkur, þetta ekki gæða skepnur. Við erum ekki góð og göfug.
Og það alveg ótrúlegt að maðurinn skuli geta hagað sig svona. Getur Guð elskað svona menn? Veltið fyrir ykkur. Þessi menn sem við heyrum svona og við spyrjum, vá, þetta eru réttræpir menn, segjum við alveg hiklust og erum voru að hissa á hvað að gerast. En því svo elskaði Guð heiminn og svona menn, þið, hann gaf son sinn eingetinn inn í svona kringumstæður til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Þetta er mjög merkilegt hvað við sjáum oft á tíðum að grimmd mannsins, hún er eiginlega alveg óþrjótandi og óstöðvandi. Hvað græða Palestínumenn á því að halda föngum eða gíslum í yfir 430 daga niður í neðanjarðargöngunum á Gaza. Hvaða akkur er fyrir þá að gera þetta svona? Og svo segja menn og benda á Guð og segja allt það sem þetta illa í heiminum, þetta er Guði að kenna. En Guð sá nefnilega að heimurinn, hann var komin í miklar ógöngur. Og það snýst jólaboðskapur Biblíunnar. Heimurinn var og er í miklum ógöngum. Og það er enginn sem bjargar okkur frá þessum ógöngum nema drottinn Guð almáttugur. Megi hann nálgast þig, komast inn í heimilið þitt, hús þitt, tjald þitt, bílið þinn, þar sem þú ert, að þar megi Guðs andi vera með þér og yfir þér. Og til þess að við getum aðeins borið saman hvað Jesús Kristur, hvaða erindi hann átti inn í þennan heim. Það langar mig til þess að ég taki upp 10 punkta sem að allir benda á það sama, hver var tilgangurinn með komu Jesú Krist. Og ég ætla bara að nefna svona nokkur atriði við ykkur. Ég ætla að byrja á að fara í Efesusbréfið, 2. kapitúla. Þá er Páll postuli að taka fyrir hvaða var sem að Jesús Kristur var með. Og ef við takir Efesusbréfið 2 og síðan vers 14-16, sjáu þið hvað Páll segir, og hann er að hafa þetta bara eftir orðum Jesú. Þetta er það sem var kenning kirkjunar á sínum tíma. Ég veit ekki hvernig kenning kirkjunar er í dag, en ef við berum saman þetta orð við kenningu kirkjunar, þá sjáum við til dæmis að kenning kirkjunar eða kirkjan sjálf, hún er í algjörum ógöngum. Hún er í ógöngum. Og það er enginn sem er komin til þess að leiðrétta ógöngurnar nema orð Guðs fá að hljóma í hug okkar og hjörtu. Til þess kom Jesús, og sjáu hvað þetta er merkilegt. Ef við förum í vers 14 og 15, þá segir hann, því að hann er vor friður. Hann gjörði báða að einum, reif niður vegginn sem skildi þá að fjandskapinn milli þeirra. Með líkama sínum afmáði hann lögmálið, með boðunum þess og skipunum til þess að setja frið og skapa í sér einn nýjan mann úr báðum. Þetta var tilgangur jólanna, til þess að skapa einn nýjan mann úr báðum. Hann tók ófriðinn, hann tók óvináttuna og hann kom sjálfur inn í okkar kringustæður til þess að mynda frið milli þín og Guðs. Og þú og Guð gætuð sungið saman og átt þetta saman, láttu ásjónu þína lýsa yfir mig og gef mér þinn frið. Og þá er hugmyndin komin að Jesús Kristur kom til að tengja saman mannin og Guð. Hann er ekki langt frá þér, en hann þarf að vera samtengdur þér. Svo getur við haft náttúrulega alls konar mótbárur í gangi og helstu mótbárurnar eru, ertu viss? Er þetta örugt? Má ég trúa þessu? Við viljum taka frekar eitthvað annað inn í okkur, heldur það sem að Biblían er að segja. Ertu viss? Vertu viss. Taktu það sem að Biblían er að segja við okkur, svo við getum séð að hann afmáði bæði lögmáli með boðunum þess og skipunum til þess að setja frið og skapa í sér einn nýjan mann úr báðum. Næsta atriði, við höldum áfram í Efesbréfinu, förum í 5. kapitúla og sjáum hvað þetta er merkilegt það sem að Páll postuli segir þar. Og það er líka orð til kirkjunar.
50 kapituli, 25. vers. Og þá erum við komin að þessu, þegar Guð er búinn að skapa einn nýjan mann, úr lögmálinu og í náðina, og við erum komin í náðarsamfélagi við Jesúm Krist, þá er Drottinn að hafa áhrif á þig og hjónabandið. Og má hann það ekki? Er hjónabandið of gott til að hleypa Guði þar inn? Nei, það hlýtur að vera pláss fyrir Jesúm Krist í hjónabandið, fyrst að hjónabandið er hans hugmynd. Það var Guð sem skapaði mannin og konuna. Það var Guð sem bjó til Adam og Evu og þau voru hjónu frá því, og í gegnum mannkynssöguna þá hafa Adam og Eva alltaf verið hjón. Þau skildu aldrei. Hún fór aldrei frá honum. Þau voru alltaf saman. Og Adam hann deyr 930 ára gamall. Ég veit ekki hvenær Eva dó. En hún hefur kannski dáið eitthvað aðeins og undan. Eða á eftir. En við vitum allavega að þau voru hjón þangað til að Adam dó. Það var það eina sem aðskildi Adam og Evu. Það var dauðinn. Og svo komið þetta Efesusbrefi 5:25, þegar er verið að tala við okkur, verið hver öðrum undirgefnir, þetta er kaflinn skyldur hjóna. Og þá segir 25. versið, þér menn, elskið konur yðar, eins og Kristur elskaði kirkjuna. Það er bara það. Kallar, þetta var skylda þín, að þú elskir kellu þína. Hvernig líst þér á? Og hún sem er nú ekki betra en þetta, þið veitir hvernig mennir eru. Og við erum alveg tilbúin að kvarta og kveina yfir bestu gjöf sem Guð sendir okkur kallmönnum, það er góð eiginkona. Og það er sagt meira að segja, að það er engin kallmaður sem á konu sína skilið. Engin. Þess vegna er hún kölluð í Biblíunni náðargjöf. Hefur áttað á því að konan þín er náðargjöf frá Guði til þín. Þetta er kærleiksgjöf Guðs til þín. Hvernig ferðu með náðargjöfina þína? Þú kannski hefur beðið Guð að gefa þér náðargjöf í heilugum anda, spádómsgjöf eða ráða sýnir og ráða drauma, og þú vilt endilega vera þjónn Guðs. Hvað gerur svo við gjöfina? Fleygir henni, misnotar hana, eða leifur Guði að fá dýrðina af þeirri náðargjöf sem hann gefur þér. Og þetta er mjög góð hugsun fyrir okkur. Jesús Kristur kominn í þennan heim til að kenna okkur að virða og meta náðargjöfina sem hann gaf okkur, eiginkonuna. Takk fyrir. Nú erum við kallað alveg að búa að máta okkur sko. Nú verðum við bara sannarlega að gera það besta fyrir konur okkar. Já, við verðum að gera það. Og gera það á gleði, vegna að þið eigið ekkert betra. Það getur vel verið að þið getur fengið aðrar konur, það eru bara aðeins öðruvísi, en það eru ekkert endilega betri. Það sem er svo merkilegt í það, að fyrsta konan virðist vera bara besta lausnin þegar karlmaðurinn gengur inn í vilja Guðs. Og Guð lagar hjónaband. Og sjáu hvað þetta er athyglisvert þegar hann heldur áfram. Eins og Kristur elskaði kirkjuna, segir í 25. versinu, lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir hana til þess að helga hana og hreinsa í laug vatnsins með orði. Og hvernig líst ykkur á kirkjurnar? Finnst ykkur þær ljóma af dýrð Guðs? Finnst ykkur kirkjurnar vera þess efnis að þú getur allstað séð að Guð er að ganga í kirkjunni? Hvernig er þessi kirkja hér? Hvernig eru við? Er ykkur að brotalami sem Guð þarf að breyta og laga? Og Jesús Kristur, hann lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir kirkjuna í Keflavík. Hefur átt okkur á hvað Jesús Kristur var að gera. Og við erum búin að, ef við lesum mannkynssöguna, þá sjáum við að saga kirkjunar er alveg ótrúlega grátleg. Þetta er rosalega mikla brotalamir sem hafa oft komið upp í sögu kirkjunar. Við höfum séð frumkirkjuna sem þurfti að ganga í gegnum þrengingar og þrautir, og hún var ofsótt og fólki var strádrepið í upphafi. En hvað gerði fólki síðan þegar var laust við ofsóknirnar? Það fór bara villu vegar.
las það orðið, lét það orðið leiða sig, gekk það inn í þetta heilaga samfélag við drottin okkar og frelsara Jesúm Krist, að það hann sem lagði sjálfa sig í sölurnar fyrir kirkjuna. Og við sem eru líkami hans, við eigum að skína af honum. Ég get bara ekki sagt hann en, ó kom þú drottin Jesús. Við þurfum á honum að halda, ekki satt. Við þurfum að fá dýrð Guðs yfir okkur, er ekki svo. Við þurfum á heilugum anda að halda hérna á meðal okkar. Eru sammála því? Það er hlutur kirkjunar að Jesús og heilagur andi eigi bústað hjá okkur. Þeir eigi pláss. Og eins og þeir vilja hafa þetta, heilagur andi og Jesús, og ég tala um þetta í fleirtölu, eins og þetta séu tveir aðilar, en þetta er einn og sami aðilinn, því að ég trú á þríeinan Guð, en það er bara einn Guð. Þess vegna er kallað þríeinn. Og það er svo mikilvægt fyrir þig átta þig á því, að þegar við tölum ávarpum föðurinn í nafni Jesú, þá eru bara líka að ávarpa föðurinn með heilugum anda, og það er heilagur andi sem vinnur í okkur, og við sjáum hvernig Kristur elskaði kirkjuna, lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir hana. Þetta er atriði númer 9, getur við sagt. Rómarbréf 6. Hann tók frá okkur reiði Guðs. Ef við kíkja aðeins á Rómarbréf 6. Þetta er bara kenningin sem við erum með í Biblíunni og spjöldum Biblíuna, og ég lít þannig á að við höfum bara rétt á að vita þetta. Og þetta er bara ljómandi gott að við rifjum þetta upp í tengslu við að nú er að koma jól. Og nú er jólinn þannig hjá okkur á Íslandi að það er ekki þverfótandi fyrir jólasveinum, grílum og tröllum. Nú er þetta allt saman jólaskrauti hjá fólkinu. Þetta er það sem helst er sungið um. En Jesús Kristur sem er innihaldið og besta innihald sem að nokkur kirkja getur fengið og mikilvægast innihald sem nokkur þjóðfélag getur haft, segir í Rómarbréfinu 6, 23. versið. Þið þekkið þetta vers mjög vel. Laun syndarinnar er dauði. Það virkar í dag eins og þá. Þetta er búið að fylgja mannkyninu alveg frá upphafi vega. Laun syndarinnar er dauði. Þetta fór mest í taugarnar af Akureyrarbæ. Að vita að laun syndarinnar væri dauði. Þetta búið að vera kenning kristnina í meira en 2000 ár. Þetta var komið inn í kristnina eða inn í trúna áður en kristnin kom. Laun syndarinnar er dauði, en náðargjöf Guðs er eilíft líf í Kristi Jesú drottni vorum. Sjáu þið innihaldið sem kirkjan hefur. Sjáu þið hvað Jesús Kristur er að koma með til okkar jólin. Sjáu þið hvað þetta er stórkostlegt atriði, hvað drottin er að leggja til okkar. Laun syndarinnar er dauði, en náðargjöf Guðs er vissulega eilíft líf í Kristi Jesú drottni vorum. Megi það vera svo að við höldum þessu fram. Númer 7. Þá er sagt í Galatabréfinu 3. Ákaflega sterkur boðskapur fyrir okkur, og þið takið eftir því að ég er bara að tína upp ritningastaðina sem postulinn Páll var að boða á sínum tíma og fór með land úr landi, skrifa þetta í ýmist Rómarbréfið eða Galatabréfið eða Efesusbréfið, og þegar við komum í Galatabréfið 3, vers 13, þá er alveg stórkostlegt að vita hvernig við erum að tala trúna á drottin Jesú. 3:13. Kristur keypti oss undan bölvun lögmálsins. Með því að verða bölvun fyrir oss, því ritað er: bölvaður er hver sá sem á tré hangir. Og hugsa ykkur hvað þetta er athyglisvert í þeirri veröld sem við þekkjum. Og þið sjáu veröldina hvað er að gera þetta og koma upp, bæði á Gaza, í Sýrlandi, Líbanon, Úkraínu, Rússlandi, allstaðar eru bæði glæpaverk, morð og illvirki. Og að Guð skuli elska þennan heim, og hann skuli senda Jesúm Krist, son sinn, í þennan heim til þess að bjarga honum. Þetta er náttúrulega stórkostlegt merki kærleika Guðs til okkar. Og við getum ekki annað sagt en að þetta er greinilega sigur för Jesú Krist. Hann kom inn í hina myrku veröld.
Hann sá sem vill breyta þessari veröld og það engin maður og engin pólitík á Íslandi eða í nokkuð staðar í heiminum sem hefur róð við því illa sem í heiminum. Það aðeins orð Drottins Jesú Krist. Megi kærleikur Guðs og samfélagi við hann hrífa okkur og vera með okkur. 3:13, Galatíabréfið 3:13, segið þetta aftur, svo þetta væri 2:16 líka þar. Kristur keypti oss undan bölvun lögmálsins með því að vera bölvun fyrir oss, því að ritaði bölvur hver sá sem á tré hangir. Og svo í 2:16, bara hinum inn á blaðsíðunni, þá sagt, en við vitum að maðurinn réttlætist ekki af lögmálsverkum, heldur fyrir trú á Jesú Krist. Og við tókum trú á Krist Jesú til þess að við réttlætumst af trú á Krist, en ekki af lögmálsverkum. Það getur enginn komið og sagt, nú ég svo góður, ég búin að gefa svo mikið til Rauða krossins, ég búin að standa mig svo vel að berjast fyrir föngum annar staðar, ég búin að fara í svo margar mótmælagöngur og friðargöngur, ég hlýt að vera orðin bara samþyktur af Guði. Nei, ekki aldrei. Því að við erum alltaf að krefjast einhvers á okkar eigin forsendum. En Guð lagði Jesú Krist inn í kringumstæður okkar á sínum forsendum. Og kirkjan, hún fékk þessa jólagjöf til þess að við mættum henni og við fengjum að sjá hvaða innihald var í pakkanum sem við megum opna. Þetta dýrðar frelsi Guðs barna sem þú og ég megum eiga og skoða. Ég ekki alveg hættur bara því að það nokkur atriði eftir. Hann sætti okkur við Guð. Sjáu Rómarbréfið 5:1, 5:10. Það alveg stórmerkilegt atriði hvernig Páll postuli teflir þessum boðskap fram. Og auðvitað kirkjan á að halda þessu á lofti, ekki síður. Rómarbréfið 5:10. Þá segir hann, því að við vorum óvinni Guðs og urðum sættir við hann með dauða sonar hans, því fremur munum við frelsaði verða með lífi sonar hans. Og nú við erum í sátt teknir. Og nú við í sátt teknir. Þetta alveg stórmerkilegt. Fyrst Kristur kynntur fyrir okkur sem bölvun af því hann fór á tré og bölvur sá sem á tré hangir. Svo kemur hann í Rómarbréfið og segir okkur hvað Kristur mikils virði að við fáum blessunina vegna Krist, vegna trúarinnar á hann. 5:10, ég ætla að lesa þetta bara aftur, þetta ætti að geta gripið okkur, því að við vorum óvinni Guðs, en urðum sættir við hann, með dauða sonar hans, því fremur munum við frelsaði verða, með lífi sonar hans. Nú við erum í sátt teknir. Jólabóðskapurinn, við mögum alveg segja gleðileg jól. Við mögum alveg taka undir það sem að Drottinn segir. Hann fjarlægði fordæminguna. Sjáu í Rómarbréfið 8. Komið þangað. Nú því engin fordæming fyrir þá sem tilheyra Kristi Jesú. Nú eilífa lífið sem við fáum. Nú það sem við erum að velta okkur upp úr. Hvernig verður framhaldið? Og við fengum ekkert eilífa lífið þegar við dóum. Við fengum eilífa lífið þegar við frelsumst. Þá göngum við með Guði í eilífa lífinu hér, þessari jörð, og svo bara heldur það áfram í næstu tilveru. Og þetta alveg stórkostleg náðargjöf Guðs. Og í Rómarbréfinu 8, nú því engin fordæming fyrir þá sem tilheyra Kristi Jesú. Lögmál lífsins anda hefur frelsað þig frá lögmáli syndar og dauða. Þess vegna kom Jesús til jarðarinnar. Þetta fylgdi komu hans. Hvað við að segja meira? Ef við farið í Pétursbréfið, 4. Pétursbréf, 3. kapítul og 18. vers. Ef við heyra hvað hinn postulinn segir, ég búin að vera að raða niður atriðum frá postulunum Páli. 4. Pétursbréf, 3:18. Þá Pétur að tala til okkar og hann brýnir bræður sína, trúbræður, og segir þetta við okkur, auðvitað á þetta erindi. Kristur dó í eitt skipti fyrir öll, fyrir syndir, réttlátur fyrir rangláta,
til þess að hann gæti leitt yður til Guðs. Hann var deyddur að líkamanum til en lifandi gjörður í anda. Þess vegna kom Jesús Kristur inn í þennan heim. Kristur dó fyrir þig og fyrir mig, svo samfélagi gæti myndast milli okkar og Jesú Krist og Guðs almáttugs skapara himins og jarðar. Við erum tengd Guði almáttugum fyrir Jesú Krist og engan annan. Það engin tenging við Guð, önnur enn í gegnum Jesú Krist. Þess vegna hann svona mikilvægur og dýrlegur. Pétur segir þetta og síðan atriði segir þetta teppa þetta fram við ykkur. Og bara þá jólabóðskapurinn komin í öllu sínu veldi. Við getum bara farið í kaflan sem ég predikaði á sunnudagi var, Jóhannes 3. Og hvað segir Jóhannes 3:18? Við erum búin að lesa Jóhannes 3:16 og vitum það að því svo elskaði Guð heiminn. En hvað segir svo 18. versið? Jóhannes 3:18. Hann að tala við Nikodemus, eins og við vissum, og þá kemur þetta frábæra atriði. Sá sem trúir á hann, dæmist ekki. Sá sem trúir ekki þegar dæmdur, því að hann hefur ekki trúað á nafn Guðs sonarins hins eina. Og sjáu hvað þetta athyglisvert. Sá sem trúir á hann, dæmist ekki. Við verum ekki dæmd sek. Við verum dæmd réttlátt. Ég hef einu sinni staðið frammi fyrir, allavega þrisvar staðið frammi fyrir dómum. Ég var leiddur frammi í dómi, bæði héraðsdómi og í Hæstarétti. Og það var ekki ónýtt, það var ekki léleg tilfinning og það var ekki slæm útkoma að fá að heyra það að ég saka. Dómurinn var þannig. Þú ert sýknaður. Þú ert ekki sekur. Mér þótti bara mjög vænt það. Þetta er alveg sami dómur og Pílatus sagði um Jesú Krist. Ég finn enga sök hjá þessu manni. Hann var dæmdur saklaus, samt sendur á krossin. Og af hverju var það? Þetta var frumtilgangurinn með fæðingu Jesú Krist. Hann kom til þess að deyja fyrir þig og fyrir mig. Hann kom til þess að vera bölvun á krossi fyrir þig og fyrir mig. Hann kom til þess að taka smánina okkar sem við áttum skilið og hann lagði hana á sig til þess að bjarga þér og mér. Finnst þið við geta sagt gleðileg jól? Finnst þið við geta sagt núna á komandi dögum, ég hlakka til að halda upp á fæðingarhátíð frelsara míns. Að síðustu ætla ég að nefna hérna 37. versið í 3. kapitula Jóhannesar. Sá sem trúir á soninn hefur eilíft líf, en sá sem óhlýðnar syninum mun ekki sjá líf, heldur vari reiði Guðs yfir honum. Þetta er bara tveir möguleikar. Hvort viltu vera í óhlýðninni eða hlýðninni? Hvort viltu vera í samfélagi við Jesú Krist eða úr samfélaginu við Jesú Krist? Þetta er það mikilvægasta sem við stöndum frammi fyrir í dag og ég ætla að nota tækifæri núna og brýna þig, kæri áheyrandi, hvað sem þú ert. Láttu ekki óhlýðni þína ráða þinni eilíðar dvöl. Láttu hlýðni þína við Jesú Krist ráða eilífðinni og þú skalt ganga Jesú Kristi á hönd og vertu honum þægilegur og þjónn til þess að gera hann dýrlegan. Við erum hér í Keflavík að senda þetta orð til þess að minna þig á að jólin okkar eiga að hafa þetta innihald. Hann gaf okkur sinn son til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Nú langar mig til þess að við stöndum upp og við endum þessa ræðu bara með því að við byggjum Drottinn, gerðu mig að sönnum læri sinni þínum. Er þið sammála? Takk Jesús minn fyrir blóð þitt og náð. Takk fyrir þitt verk, elskaði Herra. Takk fyrir tilgangin með jólunum og tilgangin með komu þinni. Takk fyrir það, elskaði Herra, við mögum raða þessu niður og átt okkur á að við eigum líka að ganga inn undir þessi atriði til þess að gera þið dýrlegan. Þú frelsar synduga menn og þú hefur frelsað okkur og ég bið líka fyrir þeim sem er að hlusta á okkur á netinu. Gefðu náð til þess að segja, ég vil fylgja Jesú Kristi
og að þið fái ávöxt af fylgninni, ávöxt til eilífs í Jesú nafni. Amen. Og ná drottins Jesú Krist og kærleiki Guðs og samfélag heilags anda veri með ykkur öllum, elskuðu vinir, og drottin blessi ykkur ríkulega. Óttist þið ekki smánina eða skömmina sem menn vilja koma með yfir ykkur og á ykkur og kalla ykkur alls konar nöfnum af því að þið eru ofsatrúar og sértrúar og svo framvegis. Verið þið fyrst og fremst trú drottni ykkar og frelsara Jesú Kristi. Það eilífa lífi sem er að launum fyrir það. Amen. Drottin blessi ykkur ríkulega. Gjörðu svo vel. Lofsöng sem líka til þetta og til föðurins